Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Pétur Axelsson heiti ég og hérna með þetta fyrirbæri hérna sem heitir Frelsi TV sem að hefur enga sérstakann stuðning frá hvorki ríki né borg og hérna algjörlega undir fjármagnað. En ég ætla að biðja ykkur að sitja hérna í kommentin ef að þið sjáið mig og heyrið í mér. Þetta allt svona. Þetta er hvort þið heyrið í mér. Kommenti virkar hérna. Og hérna segir hér segir að allt sé live og allt í góðu lagi og hef ég svo sem enga sérstaka ástæðu til þess að efast það. En ég þarf náttúrulega að reyna það svo í framtíðinni að koma mér upp svona alvöru stúdíói. Meira alvöru en þetta sko. Já, þetta virðist vera live. Og þá ættu nú eiginlega bara allir að heyra vel í mér, nema þeir sem heyra ekkert í mér. Þeim get ég sennilega bara ekkert hjálpa. En að bíða eftir staðfestingu á því að þið heyrið og sjáið mig. Segir 3 sé að já, þetta heyrist og heyrist vel og er vídeóið í lagi. Það er svolítið delay, þannig að þeir eru svolítið á eftir. Og það virðist vera þokkalegt delay. Við þurfum að koma þessu í gang. Já, ég heyri og sé, segir hérna. Það eru glæsilegt, þá hef ég húslesturinn. En ég veit ekki hvort að ég geti verið með svona mikið drama eins og skrújúmellunar. Ég hér byrjuðu fjölmellunar með enn eitt plottið til þess að leggja duglega Íslendinga í valinn. Og það er RÚV, skrúf, það er Stundin og það er Ríkisútvarp Kúveit sem að leggja hér í og reiða hátt til höggs gegn manni sem að hefur verið að raskella glæpamannin í Seðlabankanum. Og það er náttúrulega ekki vinsælt að vera að raskella glæpamenn. Og glæpamönnum finnst það ekki mjög flott sko. Og þannig ég fór nú bara svona yfir þetta aðeins. Sko það eru engar haldbærar sannanir fyrir glæpum með neitt í þessu máli. Það er engin glæpur sem hefur komið fram. Það eru bara skoðanir og pælingar. Og svona að mínu viti þá er ekkert að marka. Þá er bara ekkert að marka þessar dylgjur sem þarna verið að fara með. Það minnir svolítið á Rússarannsóknina í Bandaríkjunum meira að segja. Það er svona svipað sjó, sennilega svipuð leiksýning og rekin er þar.
að það er ekkert í gangi hérna. Samherjamenn eru bara einfallega að reyna að reka fyrirtæki og fara í útrás og vilja veiða í öðrum löndum og eru hörkuduglegir. Ég er ekki alveg sammála kannski öllum sem þeir eru að gera, en þeir eru bara duglegir með skip og kaupa upp allt sem hægt er að kaupa upp og svona múta þeim sem þarf að múta. Þetta er alltaf bara svona, ekki mútur, þetta er bara svona þjónustugjöld sem að valdstjórnir heimsins innheimta alla daga með valdi og ofbeldi. Og ég ætla að gera eitt bara strax í beinni útsendingu. Svona, ég ætla að hringja í Ríkisútvarpið og ég ætla að hringja í Stundina, setja spíkarinn á og ætla að athuga hvort að þeir hafa eitthvað málið að segja. Byrjum á Stundinni, 415 1000. Þeir eru kannski búin að loka. Alla virka daga. Hægt er að senda tölvupóst á áskrift@stundin.is. Ég hringdi það áðan. Samband við blaðamann, veldu 2. Ég hringdi það áðan og allir uppteknir að telja peninga, múturfé. Ég mun sýna ykkur seinna hvernig það virkar. Heyriði í símaskólinu hjá mér. Það við sjáum til hvernig það gengur. Halló? Þeir skelltu bara á mig. Sjáum hvort þið svari aftur. Á sambandi við Stundina. Áskriftadeild og skiptiborð eru opin. Pröfum við á 2 aftur bara. Það er ekkert að svara í síman, sko. En ég er búinn að fara í gegnum þetta. Og þetta er sama krú og var síðast þegar þeir skella bara á í Stundinni. Pröfum á Ríkisútvarpið. Og ég er svolítið seinni, svona ég þannig að fara að taka dagvídeó. Get ég bögga menn eins og enginn sem morgundagurinn, sko. En ef ég held áfram að lýsa þessu já, þeir svara ekki, þessir plebbar. Þá er sem sagt sama krúið og hefur alltaf, gaurinn sem seldi Helga. Já, heyrist í símanum. Já, ég ger þetta á daginn. Ég vil að hringja á morgun bara. Fylgist með. Það er sem sagt Helgi sem seldan og einhver Aðalsteinn og einhver Stefán sem ég þekki ekki. 2 Aðalsteinar. Og þeir skrifa bara klukkutíma þáttur og bara löng buna hér af fréttum og óhróðri, sko. Og er gaurinn sem framkvæmdi allt saman og hann er núna bara saklaus strákur, sko. Og sko það sem að minn þýsis er að þessir 2 frændur hvernig þeir eru bara businessmenn og fiskimenn og vilja bara, og það er endalaust einhverjir skattheimtumenn og ríkisstjórnir og vesen að þvælast fyrir þeim, sko. Þannig að þeir bara, ok, hvað þurfa að borga til þess að þú haldi kjafti? Og það er í raun það sem er í gangi. Og þetta sem að þeir fara í gegnum í þættinum, ég hlustaði nú á allan þáttinn með þessum fávitum, það er raun ekki farið í neitt. Það er bara, eins og með Panamaskjölumunni, það er bara svona verið að stilla upp einhverjum sviðsmyndum og ýja að einhverju sem er ekkert raunverulegt. Og mér finnst mjög skrítið að íslenska ríkisútvarpið sé í samstarfi við ríkissjónvarpið eða hvað þetta heitir þetta fyrirbæri, að þeir séu í einhvers konar samstarfi við
ríkisútvarpið í Katar. Og þetta Al Jazeera Investigates einhver svona undirdeild svipað og þessi Kveikur. Þetta einhver svona áróðurs málalíðar sem að vinna í því að dreifa áróðri, sko. Og nú, síðan þegar ég hlustaði gegnum vídeó, þá byrjaði nú mjög fljótt að koma það er viðtal við þennan Global Witness Trust, globalwitness.org. Og þetta er trust. Trust er svona það sem er notað, fína fólkið notar sem undanskot eigna. Þeir gera þetta svona, sko. Og svo er Witness Foundation. Það er þeir sem að reka þetta, og þetta eru samstarfsaðilar Kveikarana og Stundarinnar, sko. Þessir gaurar eru með 501C skráningu í Bandaríkjunum, sem að þýðir að þeir borga enga skatta af starfsemi sinni. Hér sjáum við það. Að þeir eru með 501C status, það eru statusar trúfélaga og svona ríkelítu pleppa. Þannig að fyrsti samstarfsaðilinn sem kemur fram í þessum þætti, sýnir ykkur hann og þessi gaurar eru bara alveg þvílíkt duglegir að þeir eru bara þvílíkt duglegir að byggja upp heilan fiskiðnað í Afríkuríki. Það var bara gott hjá þeim. Finn ég ekki viðtalið við hann. Það er þess að einn gaur frá þessu félagi þarna. Já, þetta taka tíma að kóta ná það fyrir ekki með það. Þetta er ekkert vel undirbúið hjá mér. Svo er bara verið að fara í gegnum einhverja reikninga sem einhver gist á hóteli og einhver símtöl og svo er þið bara með félög í alls konar löndum. Þeir bara, hvað er ódýrast að vera með hlutafélag til þess að taka við þessum peningum eða hinum peningum? Ekkert að því, sko. Það er bara hluti af starfsemi fyrirtækja. Já. Býtu rólegur, Guðjón, við erum að koma í Sorrásvinn okkar. Þessi gaur, já. Þessi gaur, Daniel Blandin Kurti, yfir rannsakandi hjá Global Witness. Þessi gaur er sem sagt að vinna fyrir þetta félag hér. Og þessi gaur er í samstarfi við íslensku plebbana, fjölmiðlunar. Og ég var að reyna að hringja þá hann, ég ætlaði að spurja þá, sko, hver fjármagnaði allar þessa þáttagerð, sko. Og ég ætlaði að spurja, það er eitthvað bjagar eitthvað mæksnúr, já, svona. Og ég ætlaði að spurja þá, hver var að fjármagna þetta og hvað væri, hvernig þetta virkaði allt saman hjá þeim. Og þeir taka ekki síman, þeir svara ekki síman. RÚV hefur aldrei svarað símtali frá mér eða hringt tilbaka eða svarað tölvupósti, það var aldrei gerst. Og þið sjáu einmitt sko, að þeir fara hvað voru þeir þeir voru að eltast við Þorstein forsetaframbjóðanda. Hann hefur ekkert annað að gera núna bara í forsetaframbjóð. Og hvað voru þeir eltast við kallinn. Já, svo kemur norski ríkisbankin inn í þetta líka. Þið sjáu að þetta eru þetta er allt sem að ríkisstarfsmenn eitthvað að eltast við viðskiptamenn, sko. Ríkisstarfsmenn sem nenna aldrei að hreyfa raskata á sér, sko. Þeir eru bara á kafi að eltast við einhverja nótur, sko. Fór hann á hótel og fór hann og leggja þeir hann bara í einelti, sko. Bara
Já, hérna, sjáðu samsæringaborðið, þetta er sama tablan sannlega og sjáðu þið hérna rauðu þræðina. Þetta er sama tablan og var notið í Panama-skjölunum, rauðir þræðir, þetta er svo miklu fávillar maður. Já, sæll að blessaða græn mann, hlustendur að rigna hérna inn, alveg í tugavís. En hérna, þetta með kommenta eða kemur eitthvað brag í hérna, eða bragar eitthvað í hljóði eða mynd, þá með ég láta mig vita, þannig að ég get að snúða einhverjum tökum eitthvað. Hérna farið þær að leggja sko Þorstein í einelti, sko, fara að eltast við hann, viðtalsbeiðni, Þorstein forstjóri, viðtalsbeiðni. Ég þarf að senda hann svona bréf í bítið. Og svo hérna, aðeins seinna í vídeónu, þá er bara að hlaupa á eftir honum í einhverju bílastæðahúsi, sko. Sjáðu hérna, já, hérna. Gaurarnir sem svara aldrei, hafa aldrei svarað Frelsi TV. Stundin hefur nú reyndar aðeins kannski svarað mér nokkru sinnum svona. En þeir hafa aldrei tekið viðtal við mig til dæmis. Held ég man það ekki. Þú voru eitthvað hérna þegar ég var að stofna sjálfsveldisflokkin, voru það nú eitthvað pæl í mér. Já, bilaði eitthvað tjattið hérna hjá mér. Og hérna, þarna eru þeir bara að hlaupa á eftir mönnum sko, til þess að fá einhvers konar viðtal við þá. Og hérna, byrjuðu bilað hérna. Nei, það virkar tjattið. Það er hérna, kom eitthvað melding. Hörru, nú er þetta bara, nei, það er ennþá delay. Já, ok. Já, sem sagt, fyrsti gaurinn sem kemur fram í þessu þætti þarna hjá þeim, að hann er í skattsvika undanskotstofnun. Og ég fann ekki hjá þeim hérna hverjir eru helstu sponsorarnir. Og hérna, það er alveg þetta að finna það. En ég kem að því bara eftir smá stund. Sponsura. Og svo er þetta Wikileaks, já, við þurfum að setja það hérna. Wikileaks. Þeir eru með þessu líka og það er náttúrulega ein fjölplebban, ein fjölmellan, Kristinn Hrafnsson heldur hann ekki eitthvað leys. Hérna eru bara eitthvað bréf bara, veist, bara menn er að senda fram og tilbaka reikninga og hótel og ég held nefnilega að sko samherjamenn sé ekki neinu glæpói sko. Og þetta náttúrulega setur Wikileaks alveg niður, þetta er bara eitthvað svona fjölskyldualbúmsmyndir og hvað með þetta? Hvað tengist þetta málinu? Fótos Jóhannes? Hvað fekk Jóhannes borga fyrir allt þetta? Hvað fekk stundin greitt? Það var kannski búast við einhverjum auglýsinga, við sjáum það væntanlega á auglýsingunum hjá þeim. Á næstunni, hver eru að auglýsa hjá þeim? Þannig er þeir sem að fjármagna ósómann sko. Þannig að við hljótum að gera kröfur það að stundin leggi fram alla auglýsingasamninga. Nú, síðan kemur hérna aðeins seinna, þá kemur þessi hérna tax justice, einhver skattheimtu plebbastofnun og þar kemur maður ekki bingo Open Society Foundation CORE þetta er aðal CORE þeir halda uppi bara rekstrinum CORE funding, þeir eru ekki að styðja neitt málefni, þeir bara halda öllu draslinu gangandi. Þannig að hérna eru allar sömu the same suspect Evrópu sambandið einhverjum norskir plebbar hérna Ford Foundation Wallis Global Fund
og Wallis Global Fund. Þannig að það allt sama plebba liðið hér að fara í annan svona Panama Paper plebba ferð sko. Og því sem að fylgist með mér vissu náttúrulega ég var á Harmagreddon í morgun og þeir hálfpartinn bara skelltu á mig úr dónalegir eða sérstaklega Máni náttúrulega og af því að þetta þolir ekkert enga gagnrýni sko. Það enginn hjá Stundinni sem að mun hringja í mig, ég skildi þetta skilaboð á hann, bæði hjá RÚV og Stundinni og þeir hafa ekki hringt, það svona 1-2 tímar síðan sko. Og þannig að þeir eru sko öllu verri en allt og allir sem þeirra gagnrýna sjálfur. Þannig að þetta það sem að vinur okkar Trump segir sko, þetta er fake media. Þetta eru plebbanir sjálfur. Og svo er annað sem að er rétt að benda á að Sameinuðu þjóðirnar eru gjaldþrota. Sýningur einhverjar greinar það að breaking Israeli news það var bara þangað. Nei, independent þetta er frá 2018 sjáðu. Þeir eru búin að vera frá hausinn svolítið lengi sko. Og þannig að hjá þeim er svolítið mikið bara annarkvort að ná og þessna er þeir að starta þessu CO2 rugli öllu. Það er til þess að bjarga sér frá gjaldþroti. Og þeir eru komnir sko billjónir í mínus. Og þetta er bara það sem gefa út opinberlega. Þeir eru náttúrulega algjörlega húrrandi mínus með sko slóðina að baki barnaníði, mansali og bara svoleiðis ógeðs slóðin liggur eftir þá allan heim. Og sko ég er ekki alveg búin að greina, ég er aðeins bara kauplaust sko, en það, já, ég ætla á með ég man, ég ætla að gera það meira að segja í mynd, sjáðu. Það er ein kona sem styrkir mig mánaðarlega, alltaf. Og ég er mjög þakklátur þegar mannesku, ég ætla ekki að segja alveg hver það er, ég hef ekkert heimild frá henni til þess. En það er manneska sem styrkir alltaf bara hver einustu mánaðamót, bara búm, 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 búm. Og ef það væru 50, 10, 15, 20, 100 mann sem gerðu þetta, þá geti ég bara verið í þessu allan daginn að greina þessa fréttir og laga stúdíóið og gera allt bara æðislegt sko. Og ég vil þakka þeirri mannesku sérstaklega fyrir og alla hina sem hafa svona slumpastyrt mig. Það er mjög gott líka. Og kannski fæ ég styrk núna frá Samherja, bara 12 milljónur á mánuði eitthvað, þeir muna nú ekkert það, ég veit það ekki. En allavega er þessi kona eina sem að styrkja mig reglulega. Og svo eru sumir sem slumpa svona stundum einhverjum góðgæti til mín. En aftur í húslesturinn, þá er þetta peningamagn í umferð í Bandaríkjunum. Og það eru nokkrir monitorar á þessu, en þessi gefur alveg myndina sko. Sjá, byrja þeir sko 1918. Byrjar þeir að telja þetta. Sjá, línan er alveg flöt hérna. Og hérna er þess að 2008.
þá er þetta 871 biljón dollara í umferð. Og svo bara frá 2008 júli og upp í september 2014 þá voru komin í 4 trilljón dollara. Og þið sjá þessi kúfur það er bara eitthvað rugl í gangi hérna sko. Þú veist, hvað er allt þetta fjármagn að gera sko. Og svo ef við horfum á íslenska fjárkúrfuna sko, það er ekki eins flott línurit hérna þetta, að þá sjáum við reyndar öllítið áður sko. Hérna er sennilega cirka þessi tími sko, og bara bein lína upp í peningamagni í umferð. Og og svo aftur áfram upp. Í Svíþjóð er þetta reyndar beinlína sko. Það er svona, veit man ekki hvernig það er í Noregi. Það er eitthvað mikið í ólagi hérna sko. Money supply. Já, hérna sjáðu í Noreg. Þetta er peningamagn í umferð sko. Og ég verð bara að játa, ég átta mig ekki alveg á því hvað er í gangi sko. Hvort þetta sé þetta breakaway society eða það er eitthvað eða þetta plan djöfulsins, kommunismi, sósíalismi og anskotin er sama fyrirbæri sem að vilja bara stela, slátra og eyða. Og þannig að stela, slátra, eyða. Það er alveg skjálfest sko. Já. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Ég kom til þess að þeir hafi líf í fyllstu gnægð. Ég reyndar sko eftir því sem að maður sér meira þennan djöfulgang í landinu. Því vegna þykir manni náttúrulega Jesúsinn. Hann náttúrulega klikkar ekki kallinn. En þetta er sem sagt fyrsta rugl aðgerð í boði það virðist vera fyrsta aðgerð í boði Sorrow og Co. virðist vera komið fram. Og ég ætlum bara að lesa þetta á sýningur. Sem sagt, þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf í fullri gnægð. Og þetta er sko alveg bara gulls í gildi í dag. Að þið getið séð að þessi stefna er þessi kommunista, síónista, þeir sem vilja innheimta skatta með valdið og ofbeldi stefna. Og þið sjáum bara valdstjórnuna íslensku, þeir stela öllu steiniléttara eða ræna öllu. Rán er orð með, eða þess að stela með ofbeldi eða valdi. Slátra, þeir eru bara að slátra börnum þarna á sjúkrahúsunum, ófæddum börnum, bara eins og enginn sé morgundagurinn. Og eyða,
þeir eru til dæmis að reyna að eyða ævistarfi samherja fjölskyldunar og og þetta er starfslýsing andskotans í biblíunni. Og þið sjáu hvernig hann fór með Job litla. Hann fór nú ekkert fögrum höndum hann á sínum tíma. Að þetta er alveg ótrúlegt og það sem ég finnst svo ótrúlegt er að fólk inn í kringumstæðunum áttast ekkert á því að það er í sama sirkusnum og skrifaður í biblíunni og þá sérstaklega Nýja testamentinu. Og það virðist vera á þessum peningatölum sem ég var að sýna ykkur að það er stutt í það að peningakerfi bara hrynji, gjörsamlega. Þið sjáu að repo-markaðurinn núna er alveg sem er millibanka markaður í Bandaríkjunum. Hann er fá Zero Hedge. Hvað segir hann það? Panic at the repo market, segir hann. Sjáðu? Er bara allt í klessu, sko. Og þetta voru fyrstu merki á sínu tíma þegar að þetta gerðist. Sjáu þetta, þessi gráu reitir er þetta sem þeir skýrgreina kreppur. Sjáu 1930 kreppuna, 1983, 1991, 2000 og svo Þetta skýrgreina þeir sem kreppur. Og alltaf hefur það fylgt í kreppunum að repo-markaðarnir fari í klessu, sko. Og er bara $50 billion á mánuði fara í þetta bjarga lausafjárstöðu bankana. Að því að sko þeir eru að reyna að segja hver við annan, því þetta er svona gluggi, þeir sita, eru allt lánasafnið á íbúðalánamarkaði og þá fá þeir pening á móti, sko. Þannig að þeir eru alltaf að leggja fram eignir til tryggingar, það er repo-markaðurinn, sko. Þeir leggja skuldabréfasafn, fasteignasafn og fá pening á móti, sko. Þannig að þeir eru alltaf að leggja eignir að veði á móti peninguna sem þeir eru að fá. Og núna eru bankarnir eiginlega búin að segja hver við annan, allt eignasafnið þetta er bara rusl. Við treystum engu sem þeir leggja fram sem einhvers konar eignir. Og þá þarf einkafyrirtækið Federal Reserve að hoppa inn í og núna eru þeir að kaupa junk eignir á $50 billion á mánuði. Og þeir eru bara á no time komnir upp í $4 trillion. Þeir eru komin með $4 trillion bara nokkrum mánuðum í rusl eignir. Og takið eftir því að það er bara verið að spinna Samherji. Þetta er svona, látið lítið út eins og einhver glæpamenn glæpast, allt svona í ákveðnum stíl, sko. Er bara frétt eftir frétt, er einhver sænsk kettling í tjá sig, hvað veit hún Ísland? Hún veit ekki neitt. Hvað er þetta? Samherja, skjölin. Þetta er múturgreiðslur. Þetta er bara annað form af sköttum. Þetta er alltaf bara túlkunaratriði. 3 þekkt múturmál. Sko, glæpamennir eru þekktir. Það er valdstjórnin sjálf. Og þetta er það sem ég var að tala við vinn okkar
Sko það stendur bara svart á hvítu hérna í samningi stæðstu veist stæðstu glæpastöð þetta er stofnunin sem að hérna samherja víkingarnir að berjast við. Það er þetta. Og þeir sjálfir sem að gagnrýna hann fyrir ykkur skatta undan skot og frétta mellunar sem að vinna fréttina að vinna með sko Trusts og Open Society og Soros og að vinna með fólki og stofnunum sem allar bara borga enga skatta neinstaðar. Við með Trust og alls konar svona leikfimi sjálfur til þess að komast undan skatti. Og Seðlabankinn sem nú sennilega fjármagna þetta núna, þeir bara með samning það og þetta sko allar eignir, tekjur og allir starfsmenn bankans. Allir starfsmenn bankans. Og það sko eitt sem að svo átt að ég maður sko skúringakonunar náttúrulega ekki með þetta, skilur. Þeir sögðu harmagrætinnar. Já, ég þekki nú mannesku sem að vinna í Seðlabankanum og það skattur á launaseðlinum hennar. Já, ég áttum að því að skúringakonunar þurfa að borga skatta. En þeir eru líka með trikk sko, ef þið lesið aðeins í gegnum þetta. Þeir eru með trikk sko, ef þú lendir í að borga skatta, þá fá þeir að endurgreitt sko, bara svona bak við tjöldin sko. Það fá þeir svona Adidas-tösku með peningum. Svo þau voru með hann í kveik. Ég þarf það var svo gaman að gera heimildamynd eða samskonar ruglmynd og þeir. Þannig að það vil ekki fjármagna mig. Þetta ekkert fair sko. Taktu þátt. Nei, ég get ekki þátt. Secure drop. Mail, signal, póstur. Já, dulkóðunar lyklar. Þetta svo svakalegt sko. Þetta bara, þú veist, þetta alveg ótrúlegt. Það skulle vera leyft að koma svona fram sko. Samherja skjölin. Hvar var fína dramamyndin? Umfjallanir. Já, Svo þetta sami grafíska hönnin og var Þetta var líka muniði. Já, það bara lagt rosalega mikið í þetta sko. Og allt fjármagnað af Soros og Co. Sko. Og þessu Atlantic Council liði sko. Það þetta þotu lið sko sem að bara flýgur heima og geima og bara heimtar allt fyrir ekkert sko. Og og fólk einhvern veginn bara svo almennilegt að það bara borgar alltaf ef það kemur einhver fjárkraf á það sko. En sko höldum áfram kannski að skoða þetta Það já líka annað sem ég var að segja ykkur að það BRIC-fundur núna í bara þessa dagana, í gær og í dag BRICS meeting ekki house 2019 já, BRICS Summit sko þetta í gangi núna og þarna menn sko bara alveg búin að fá nóg af Bandaríkjamönnum sko menn bara nenna ekki bara Bandaríkjamenn come on sko að þú veist Bandaríkjamenn bara allan daginn að loka viðskiptum hjá einhverjum og frysta einhvern úti og lýsa einhvern hryðjuverkamann og dróna hann til helvítis og bara, þú veist þeir alveg óþolandi sko og svo nú einn vinur okkar Guðmundur hvað heitir hann?
Guðmundur Franklin, að hann er alltaf að kenna Kínverjum allt sem Bandaríkjamenn hafa verið að stunda bara í áraraðir sko. Og því er náttúrulega ekkert að hlusta á það sko. Er þessi ráðstefna er í gangi núna. Hún er í Brasilíu. Og það er bara eins og þetta sé ekki að gerast. Við horfum mikið á Fox News hérna. Bara skemmtilegt fólk sko, ekki maður trúi öllu sem þið segja. Og það er ekki minnst á þetta einu orði þar, og náttúrulega ekki á RÚV eða einstaðar, þá er ekki talað eitthvað svona sko. Ég var að sjá RÚV hvort að þeir minnast á BRICS. Sjá, það er ekkert BRICS eða einstaðar sko. Sjáðu, ekkert BRICS. Já, DNB, þetta er náttúrulega norskur ríkisbanki. Noregur er alveg andruknaði spillingu sjálfur sko. Þeir voru það var með þess að gamall kall sem var að gefa út bók og var að segja frá starfið sínu þetta niður í Afríku, þar sem hann var að tala sko hvernig það var ekkert að gera þarna nema svona gefa gjafir og eitthvað svona sko. Og það er bara það er þannig sem að businessin gengur á þeirri eyri sko. Og byrjar þetta annað. Já, þeir eru með aðra, þeir eru með tvöfalda umfjöllun allstaðar. Efnahagsbrota lögreglan. Hún reyndist nú landsmönnum svo vel, muniði. Það var nú aldrei gott peningaþvætti. Þetta er nú meira svona peningaþvættingur sko. Ég meina, hver hefur á móti því að fá hreina peninga? Það er eitthvað miskilningur. Það er bara miklu betra að fá vel þegna peninga. Ég meina, vilja allir fá skítuga peninga? Hvað er það? Þú veist. Og þeir sem á kafi í peningaþvottastarfseminni sko, það á valdstjórninni sjálf. Sko, allir þessi sjóðir og öll þessi flugfélög og furðu fyrirtæki sem verður að starta, veist. Þetta er allt sem að fjármagnað af sko ólöglegri starfsemi valdstjórnarinnar á Íslandi og annars staðar. Og svo er alltaf dregin fram þessi þroskaheft sérstakir saksóknari sem bara sat í stæðsta ráni Íslandssögunar sko, þar sem að tugþúsundir Íslendinga töpuðu heimili sínum, og eina sem hann fann var bara einhver húsvörður sem að stemplaði pappíra, eða bara fundu bara einhverja gaura sem að hafðu engin möld og réðu engu og voru bara svona voru að stempla bara einhverja pappír og svona. Og svo náttúrulega tóku þeir fyrirtækið hans Ólafs í Samskip og reynda að knésetja hann. Sko, þessi valdstjórn er alveg skelfilegt fyrirbæri. Og hún virðist blekkja Íslendinga aftur og aftur og aftur, tekuð í hverja halibunna fætir annari sko. Og málið er það að Íslendingar, megnið af þeim, eru hneykslis dópistar eða hneykslis fíklar. Þeir verða bara að fá sitt hneyksli á svona 3-4 mánaða fresti til þess að þurfa ekki að horfast í augu við eigin ömurleika sko. Og það virðist vera málið. Menn bara Ísland er bara lura land. Þarna eru sem sagt kallanir að þetta er Jair Bolsonaro, forseti Brasilíu, Vladimir Putin, forseti Rússlands, Narendra Modi,
forsætisráðherra Indlands, Xi Jinping, forseti Kína og Cyril, forseti Suður Afríku. Og þarna bara verið að búa til nýtt greiðslukerfi og það sem sagt kemur þá í staðinn fyrir þetta Swift til hliðar við Swift-kerfið hjá Bandaríkjamönnum eða þessum vestur Atlantic Consuls, NATO og plebba veldi sko. Og þannig að þetta bara alltaf sami leikurinn aftur og aftur og og það sko það hefur ekkert verið sagt hver glæpurinn sko. Það bara notu svona skattaskjól, veistu hvað þýðir það? Hvað það? Það þýðir ekki neitt sko. Á Kýpur, skattaskjól á Kýpur, ég veit ekki til þess að Samherji hafi verið dæmdur fyrir skattalagabrot neins staðar í heiminum. Það bara óþekkt staðreynd sko. Það ekki rétt staðreynd, það bara rugl sko. Og þannig að ég á því eins og þeir voru að segja einhver alþingis herfa var að segja bara frysta eigur þeirra. Ég segi á móti sko miklu nær að frysta eigur allra í valstjórninni og seðlabankanum og þessum fréttamellum sko. Frysta eigur þeirra allra og henda þeim beint í fangelsi sko. Þetta lið bara out of control í vinnu. Þetta virðist nú vera MI56 dæmi. Þetta inni í samstarfi við bresku leyniþjónustuna og þið vitið að á Íslandi leyniþjónusta sem heitir greiningadeild. MI56, CIA, greiningadeild. Alltaf dun 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 dun. MI56, það eru 4. Sama stefið í þessu öllum. Og þessar fjölmiðlur ættu bara að skamma sín sko. Og ég veit ekki, ég sjá bara allir fjölmiðl eins og mig sem svona það bara eitt stuðningsaðili. Einn. Og ég fæ ekkert plattform eins og Skrúvjú eða Stundin þessi kallar vilja bara ekkert. Þeir vilja bara vinna vondu verkin sko. Þola enga gagnrýni sko. Það bara ekkert svoleiðis sko. En allavega svo annað sem ég veit ekki hvort þið var búin að fjalla um. En þið vitið það náttúrulega að Epstein lifir sko. Hann bara að sleikja sólina með fleiri gurum sko. Gáfnaljós eru hneykslísfíklar. Hann var aðeins að leggja í þetta Guðjón. Ég sagði þetta ágætt svona. En það sko stórt vandamál hvað fólk hvað háð að því hann hneykslast sko. Og þið munið þegar var sagt Ísland verður bara Kúba norðursins. Sko Ísland Úkraína norðursins. Voru stjórnvöld sett á lista yfir hryðjuverkasamtök. Núna verið að sitja á gráan lista yfir peningaþvott. Og
og allir plebbarnir, íslensku plebbarnir bara, já, þetta bara útlendingar svo vondir við stjórnvöld á Íslandi. Nei, þetta af því að þau eru öll glæpamenn. Það er ekki eins og ég sé að segja. Það er bara alþjóða samfélagi bara að segja að íslenska valdstjórnin skipulag glæpasamtök. Það er ekki, ég þarf ekki einu sinni að segja það. Það er bara, þessar stofnanir eru bara búin að segja það fyrir mig. Og ég bara endurtaka það sem það er að segja í raun. En þetta eru allt saman bara pleppar, eins og þið munið Útvarp Saga, ég var alltaf við viðtölum þar eitthvað og fekk nú svona plattform þar. Svo þegar ég var að gagnrýna síónistana og valdstjórnina og glæpastarfsemina hjá þessu liðu og forsetanum og allir þessu pakki, sko, þá var ég bara deplottformaður þar. Bara nei, þú kemur ekki til meira, sko. Og og samaði með Harmageddon, sko. Þar komið í raun mjög illa fram við mig. Sjá að þeir sem eru inn á fjölmellu línunni að ræja Samherja, þeir fá bara drottninga viðtöl og það er ekkert fært á móti því sem þeir segja og það sé allt saman bara fabulur og vitleysa, sko. En hvert einasta orð sem ég segi, það er alveg bara, já, getur bakað upp og bara bla 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 bla. Algjört rugl, sko. En allavega, þá þakka ég ykkur fyrir í kvöld og ég bið ykkur aftur að muna styrkja Frelsi TV sem að verður hugsanlega fljótlega hogs.is. Það er algjört matsjekk að vera með, sko. Það er algjört matsjekk að vera með 3 stafa lén. Svona, sko, ef ég fæ fjármagn til þess að sinna þessu jobbi, þá hefði ég áhuga að fara upp í quality þrep, sko. Það er svolítið flott. Ég kannski nota þetta sem intro hogs.is. Þetta er flott hjá mér, ekki? Að nema náttúrulega bara ég sé að vaða í vill á svima og ég sé að vaða í vill á svima og það sé bara engin markaði fyrir það sem ég er að segja. Það lítur svolítið þannig út að það er bara engin áhuga á því sem ég er að segja. En já. Svo þurfum við náttúrulega að taka djúpköfun fljótlega, Guðjón. Koma þeim ferli aftur í gang. Við getum enda bara að nota Skype hérna. Ég er með Skype henni. Við getum skoða það. Og ég verð kannski með útsendingu morgun þar sem ég ætla að ringja beint í þessa fjölmellur og sjá hvernig það gengur. Þeir náttúrulega svara ekki símanum og þola engar mótbærar, sko. Og ég lýsi því náttúrulega að þeir geta hringt í mig ef þeir vilja fá mig í viðtal, sko. Og sjáum hvernig þetta þróast allt saman. En munið líka að deila myndböndunum hjá mér. Það náttúrulega er Atlantic Console og YouTube og NATO og Co. eru með rásina mína á gjörgæsludeild, sko. Og sennilega er því stýrt í gegnum greiningadeildina á Íslandi. Eða fjölmiðlanefndina eða hvað allir þetta ruglstofnanir heita. Og minna á vikingaflokkin.is. Megum ekki gleyma honum. Ég sýn ykkur það líka. Og þetta er náttúrulega svolítið merkilegt fyrirbæri af því að vikingaflokknum var hafnað skráningu. Og hérna er náttúrulega sjávarútvegsmálin leyst, menn eru svolítið að tala kvóta
hérna leysi ég það bara, eða flokkurinn eða hvað þú skalla það. Hérna eru samþykktir flokksins sem að hérna fékk ekki náð fyrir augum valdstjórnarinnar. Þeir vilja semst hafa, þeir segja að frjálst félag, pólitískt frelsi og frelsi í félagsrétti eða félagsmálum og allt svo frjálst, sko. En þeir neita skráningu, af því þeim líkar ekki við uppbygging flokksins. Og þeir ætla að styðja, eða múta, við getum kallað það mútur. Valdstjórnin ætlar að múta stjórnmálaflokkunum, hinum stjórnmálaflokkunum. Þeir ætla að múta þeim til þess að safna saman öllum atkvæðanum, króta það með blýanti og eru síðan með greiningadeildina, leyniþjónustuna, til þess að stroka út og breyta atkvæðum með blýantum, sko. Þannig að þetta blekkingakerfi er allt saman að hrynja og ég held að Frelsi TV eigi hluta í því. Og hérna þannig að þetta er löng og ströng baráttu. Ég þarf náttúrulega bara að vinna fyrir fjölskyldinu og er hérna geta ég ekki sinnt Frelsi TV nema ég hafi eitthvað tekjugrunn sem að þýði að ég hafi tíma til þess að sinna þessu. Og þið sjáu að þessir fjölplebbar sem er að gera þetta verkefni, sko, þeir eru að fá risa peninga frá valdstjórninni, sko, og eru að fá risa peninga frá Snatto og Kó og Sorro og Kó og öllum. Og hérna og það er mjög mikilvægt að þessi boðskapur raunveruleikana, það er valdstjórnin sem eru glæpasamtökin, komist á framfæri, tel ég. En munið að deila vídeónum til þess að hjálpa mér að koma í dreifingu og hérna, menn þora því nú ekki eins og ég skil ekki hvað menn eru hræddir við Frelsi TV. En hérna hugsiði þetta með að styðja þetta hoax.is. Takk fyrir það, takk fyrir komuna, verið sæl.